Ekki snerta takkana, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Pra mão bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Pra mão bater um papo assim gostoso com alguém. Vai por mim, falando de amor é assim. Mãozinhas com mãozinhas pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor e balanceio, meu bem. Seu vai no meu balanço, quem tem carinho para dar. Gleðilegt nýtt ár og við erum velkomin í Bíóbílinn. Það öðruvísi þáttur núna. Já. Við fórum á gleðnýja mynd. Örlítið óhefbundin. Við fórum á brennu. Já, við fórum sem sagt hérna á The Thing eins og titillinn gefur til kynna, gefur út 1982, leikstýrt af John Carpenter. Jón Smiður. Og já, við fórum á svona svartan sunnudag sem Bíó Paradís heldur uppi. Já. Það má vel vera að við gerum þetta oftar, fara á svona gamla myndir. Já. Og viljið bæta ykkur við? Er þátturinn búinn kannski bara? Ég veit ekki, ég er bara aftursætið strengur, ég veit ekki hvað ég hafa skoðun. Nei, þetta var svona frekar skemmtilegur svona 13. allan upp á það að þú veist gera eitthvað öðruvísi að fara í Bíó Paradís á svarta sunnudag einhvern veginn. Já, þetta er bara svona pröfuþáttur, held ég, svona smá tilraun, myndi ég segja. Já, að gera bíóbíl mynd sem að svona flestir eru líklega búnir að sjá. Ég er ekki alveg viss það samt, allir sem er búin að sjá þetta. Nei, en það er að slæma við þetta að það er erfitt að tala með hann á þess að spilla því að þetta er eiginlega... Þú veist, já. Þú veist, þeir sem að eiga að hafa séð hana, myndi ég segja. Það er, þú veist, þetta er kultmynd og hún er ekki fyrir alla. Það er svona, þú veist, það er svona aðal efniviður svarta sunnudag að sýna kultmyndir. Vitið þið cirka muniði hvað eru búin að horfa á myndina oft? Svona 4 sinnum eða Já, ég held það, 4 sinnum. Ég held taka það fram, þetta er eina uppáhaldsmyndum mínum bara ever. Svo, ég er ekki beint svona neutral þessa mynd. En ég mæli sterklega með henni ef þið eru svona, þú veist, þetta er svona top 10 kultmyndir allar tíma og líka bara einn besta sci-fi hrollvekja sem að ég hef séð. Já. Og svona influential fyrir, þú veist, allar svona sci-fi hrollvekjamyndir sem þið hafið örugglega séð. Svo ef þið fílið það, þá mæli ég endalega með henni. Gagnrýni búinn. Þetta er eina sem ég get sagt, sko. Annars var út í spillaefni. Ég er til dæmis búinn að sjá þessa mynd svona 5-6 sinnum en það að upplifa hana á stórum skjá er einhvern veginn svona, það er allt öðruvísi upplifun og svona, það gerir þetta meira sérstakt. Ég verð að segja, ef ég má gagnrýna svarta sunnudag, þá eru Sigurjón Gjartarson, Sjón og Hulli búin að gera alveg gott með því að byrja þess að hefða sína gamlar svona kultmyndir á stóra tjaldinu, myndi ég segja. Ég held að það sé bara vel að viki fyrir, þú veist, menningarlíf og bara, þú veist, bara bíó áhörfundur á Íslandi, myndi ég segja. Ég held að það sé einn stað þar sem er sýnt, þú veist, góðar myndir. Nei, bara... Já, þú veist, svona gamlar klassískar eða svona. Myndir sem eru ekki lengur í sýningu. Já. Og þessi mynd náttúrulega kemur út áður en við fæðumst. Já. Þannig að við uppgötum þetta bara í gegnum Vaf.s eða aðra miðla. Blu-ray, já. Ert þú svona ungur? Ég man allan að ég horfði aldrei The Thing á spólum. Já, ok. Ég var svo til að prófa að gera það. Já. Það var gaman. Þess vegna er ég líka mjög þakkláttur svona svörtum sunnudögum fyrir þetta vegna þess að einmitt við höfum ekki tækifæri til að upplifa þessar myndir þegar þær koma út en við höfum tækifæri á að fara og horfa þær í bíó núna eins og ég fór á Godfather 1 og 2 og Taxi Driver á vegum svartra sunnudag og ég var mjög þakkláttur fyrir svona þetta framtak, þetta er alveg magnað.
ef ég má koma með smá útúr, ennþá að vera rekka eða? Já. Ok. Það bara, monitorinn ekki í sambandi, en myndavélin þá að taka. Ok, sorry. Þannig þú getur haldið áfram að vera, Nei, ég sá bara svona viðvörun að klukka í símanum í það smá ári. Já, Heimir Bjargvættur, Bíóbilsins. Já, örlítið söguþráðum fyrir þá sem ekki þekkja til, að þá hefst sagan á Suðurpólnum, það sem að rannsóknarteymi. Það er aldrei gefið til kynna af hverju þeir eru á Suðurpólnum. Nei. Þetta bara þarna. Þetta er einhvers konar rannsóknarstöð á Suðurpólnum frá, þetta er svona rannsóknarteymi frá Bandaríkjum sem að býr þarna, eitt ár í senn frá, gegnum veturinn. Og það eru önnur svona aðrar stöðvar hérna rétt hjá, eins og til dæmis norska stöðin og einhver önnur í viðbútt, en já, þau eru bara basically þarna af ónefndum ástæðum, en þetta eru svona 10 manns eða sem búa þarna saman. Og af einhverju ástæðu að þá er þarna klikkaðir norðmenn að fara að drepa einhvern hund. Já. Þannig byrjar myndin. Já, þannig byrjar myndin, já. Norðmenn í þyrlu bara að skjóta einhvern husky-hund. Nú erum við búin að selja ykkur þetta. Já, nákvæmlega. Þetta byrjar á hundatápi. Þetta batna alltaf ekki seinna í myndinni. En síðan einhvern veginn leiðir að því að þeir komast upp að rannsóknarstöð Bandaríkjamanna og þeir drepa Norðmennirnir eiginlega dálítið fyrir slysni drepa sig sjálfur, en sá sem að verða aftur lifandi drepinn af einum þeirra sem eru á bandarísku rannsóknarstöðinni. Þegar hann byrjar að skjóta hundun og skjóta allt og alla sem er komast í burtu, en já, og síðan svo kemur í ljós að hundurinn er geimvera. Já. Spoiler. Hann er the thing. Þetta er the thing að sleppa frá norsku rannsóknarstöðinni. Og ég hef actually búinn að horfa á eina prequel mynd, The Thing, sem kom á 2012 eða eitthvað. Og það er actually saga norska rannsóknarstöðvarinnar rekin í gegn. Hvað gerðist rétt áður en þessi mynd byrjar. Já, einmitt. Svo ef þið hafið hort á The Thing, þá get ég alveg mælt með þessari mynd, þótt að hún nærði ekki eins góð. Ekki nærði eins svona köllleg og góð fyrir, sínar ástæður einhvern veginn. Ég reyndi að fylgja svolítið með viðbröðunum í salnum líka, svona til að sjá hvernig fólk er að bregðast í myndinni og á köflum er hlegið að ákveðnum svona momentum, leikur eða brellur eða eitthvað svoleiðis af því það er gamalt. En það eru samt líka mörg moment sem að virka ennþá í dag og fólk, eins og það var ein stelpa sem sat hana fyrir fram að mig og ég tók eftir, ég var mjög hrædd á mörgum köflum, það sem eru svona practical effects. Og það er náttúrulega bara einhver einstaklingur sem er nálægt sem ég get tekið eftir, það er svolítið erfitt svona, Ég get talað fyrir sjálfum með það þegar ég segja að hljóðheimurinn, allan að röddin sem að hljóðin sem koma úr The Thing, hafa ennþá áhrif á mig, myndi ég segja. Ég myndi segja að það er rosalega vel gert hvernig það er blandað saman og svona fundið upp. Ég get ekki alveg beint lýst hljóðin sem að kemur úr The Thing, það er rosalega svona high-pitched, svona öskur einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvað þetta getur komið úr, en þetta virkar alltaf mjög svona alien fyrir mig. Já, mér finnst það ennþá jafn óþægilegt núna þegar ég er að sjá hana í svona 5. 7. skipti og stundum fekk ég jafnvel svona hroll bara niður herðarnar aftur og einhvern veginn það er magnað svona hvað hún virkar ennþá vel þó að, að sjálfsögðu kannski einhver svona örfá atriði svona, ef maður getur orðað dated eða svona þau kannski eldast ekki mjög vel en það er ekki atriði, þau hafa ekki áhrif á svona heildarmyndina sem betur fyrir, það er bara svona örfá svona smáatriði eða svona stuttatriði sem að en mér persónulega finnst allir leikararnir mjög skemmtileg, það er kannski bara því þeir eru ákveðnar svona, þeir eru sterkar týpur og svona kemistrið á milli þeirra og þeir allir fara að vera svona suspicious af hverjum verum, það er mjög skemmtilegt element svona. Þetta er eins og gott D&D party að allir svona, þú veist, koma frá mismunandi áttum einhvern veginn. Þetta er svona fjölbreyttur hópur af skrýtnum körlum, myndi ég segja. Sem að þú þarf að búa saman í heilt ár. Einn af þeim er... Það er aðalhryllingur. Og það eru hann að leikar eins og Kurt Russell, Keith Davids, Wilford Brimley og einhverju fleiri.
Maður svona að reyna að hugsa leið til að tala myndin á þess að spilla og það rosa erfitt, maður vill helst bara fara út í öll svona minnstu smáatriði. En, já. Ég veit ekki hvernig þið getið haft sjensin að fara aftur á þessa myndi bíódega, þú veist, þetta svona one-off thing. Já. Og, já, einmitt. En ég mæla alltaf með bara, þú veist, að horfa á myndina, bara heima hjá okkur. Já, í góðum gæðum. Já. Í góðum gæðum, á Blu-ray-gæðum. Mér minnir einmitt ég hef séð myndina í fyrsta skipti í annarkvort DFD-gæðum held ég á svona stóru sjónvarpi og það var samt alveg mjög magnað svona fyrir mig fyrsta upplifunin. Já, þetta var svona flott mynd, svona flott isolation mynd sem að, og líka, þú veist, var svona skemmtilega lýsingin og svona mikið svona kalt og heitt einhvern veginn, svona bókstaflega og kveimyndatakan, lýsingin, svona tæknibrellunar, það kallast practical make-up, það basically, það ekki CGI, það ekki tölvugert en það er einhvern veginn mér finnst það persónulega mjög áhrifaríkt. Það mjög svalt. Ég mælum að horfa myndband af gaurinn sem að sá Rob Bottin. Hann algjör steik, en hann var rosa gaman hann frábær hvað hann var að gera. Það var að segja það, við vorum að gera þetta og það var að klikka bara. Ég veit 4 mánuðum hann sérvitur ekki rugludari, hann sérvitur svona klikkvæði sem er algjör snillingur í sínu fæi. Mér minnir samt líka að hann hafi verið lært hjá Rick Baker. Já, ok, og Rick Baker eitt af svona þessu stórunöfnum í Practical Effects. Ég meina, hann hafi sagt eitthvað, ég heiti 4 mánuðum við að segja brellu. Og ég var svo tilbúin að bara skjóta saman ef þetta hefði ekki virkað. Ég held að það var einhvern að, ef ég fer ekki alltaf mikil smadra, það er með hausinn. Já. Það var alls konar svona smáatriði mitt í svona brellunum og hérna, svo náttúrulega tónlistin líka eftir Ennio Morricone og stefið. Allan að það ættu svona, einhverjir, ég veit ekki hvort ég að segja, flestir, sumir, margir, einhverjir ættu að þekkja stefið. Það er mjög svona frægt stef í myndinni. Það finnst við varum að bíða fyrir utan salinn að bíða það myndin að hugurinn opnist og tónlistin var spiluð frá mig sem að gefa fyrir einstaklega svona spennuþungi andrúmsloft einhvern veginn. Það var aðeins meiri svona taugaspenna. Já, aðeins svo saltað fyrir mitt blóð. En nei, ég þú veist, þegar ég sá þessa mynd fyrst þá hafði hann mikil áhuga á mig og þú veist, hvers svona konar, þú veist, hvernig myndi ég myndi vilja búa til og sjá, svo mjög líkt Alien, það er svona sci-fi hrollleika sem er líka með hellinga slímið og svoleiðis, það er svona, það er eitthvað við þessa myndi sem að heilla mig rosalega mikið og hérna. Það er líka, það er sameiginlegt með þeim, sko, bæði Alien og The Thing er að þau eru einangruð á ákveðnu svæði og geta ekki komist úr þeim aðstæðum. Og það er mjög sniðugt til að og það er einhver svona geimverur eldihellir sem er að koma með fyrir Katanef. Ég myndi segja sko að við náttúrulega erum búin að horfa á þessa mynd hvað núna jafnvel 4. eða 5. skipti en hún virkar langt best í fyrsta skiptið af því að þetta er ráðgáta, þú veist ekki hverjum átt að treysta, þú ert fastur á sem einangraða stað og það er líka gaman kannski fyrir okkur sem eru búin að horfa á hana að fylgjast með öðrum að horfa á hana og eins og Knútur var að tala viðbrögð í sal að það voru alveg fólk hrætt ennþá við þau atriði sem maður hræddi mann þegar maður horfði á hann í fyrsta skipti. Einmitt. Ég verð að segja að fléttan, þú veist, það er ákveðin vendipunktur í myndinni þar sem þið þurfa að komast að hvort að einhver þeirra sé eitt og ég verð að segja að þessi flétta er virkilega Pennywise. Þessi flétta ég hræddur við hæðir. Ég verð að segja að þessi flétta ég kallaði bara blóðprufuna blóðprufan það atrið, það er mjög anyway, svo flétta er virkilega snjöll og mér finnst það alltaf spennuþungi þegar ég horfa á það atrið líka bara virkilega snjöll hvernig þegar þú veist jafnvel þú ert bara að horfa þessa mynd einu svona áður þá er alltaf gaman að sjá hvert þú ferð, hvert myndavélin, hvað leikstjórinn sýnir áður en hvert atrið gerist. Þannig að það er mikið lagt í atburðarásina verð ég að segja og eins og Ragnar segja, þetta er rosalega góð svona mystery líka. Svo þú veist, ég verð að segja þetta er bara rosalega góð mystery og virkilega spennandi og þessi mynd hefur allt fyrir utan kannski romance. Ég man eftir líka þegar ég sá myndina í fyrsta skipti þá svona manni fannst eins og maður hefði einhvern veginn séð allt áður en hún svona einhvern veginn bara kýldi maður svolítið í andlitið, maður bara svona, wow, ok, nei, ég hef ekkert séð allt áður, þetta er svona
Það eru alveg myndir sem geta ennþá komin á óvart en það eru líklega bara aðalega þessar svona gömlu myndir sem að geta það af því Þetta virkilega svona bláköld og svona heiðarleg mynd þú veist, hún ekkert að svona pulling punches, hún að þú veist, leggja alla í hættu og þú veist, allir getur farið á hvaða tímapunkti sem svo hún ekkert að þú veist, hún ekki með neinn uppáhald í þú veist, varandi karakterana í myndinni það allir undir hættu svo lítið annað eiginlega sem við getum sagt bara horfið á myndina bara mælum með farið í bíó í næsta helgi the thing leið eitt stykki DeLorean og farið aftur til ársins 1982 og sérstaklega þeir sem hafa séð myndina hvetjum ykkur eindregið til að sýna einhverjum vinum ykkur eða félögum sem hafa ekki séð myndina að sýna þeim þessa mynd á Blu-ray eða DVD. Já, endilega neða til þess að horfa á þessa mynd. Já, það er holdt Við verðum ekki séð eftir því. En já, við ætlum bara að sjá því hvort við ætlum að gera fleiri svona svarta sunda myndbönd en ég var að segja, ég hafði alltaf gaman að fara á þennan svarta sundags og já, ef það er eitthvað annað gott í bíó þá definitely fer ég svo En allavega þá viljum við bara þakka kærlega fyrir áhorfið í þetta skiptið og við mætum ykkur næst vonandi með nýja mynd en það fer eftir því hvað í bíó Já, spennandi að sjá Já, þar til næst Bless Bye